Patti, hver eru fyrstu viðbrögð eftir þennan? Bara óánægður með fyrri hálfleikinn sóknarlega og ánægður með sóknarleikinn að það er innkomi hjá Tóta litla, unga, efnilega. Hann kom með meiri hreyfingu og svona biti þetta og áræðinu og svo. Það var ég mjög ánægður með og þá erum við náttúrulega komist yfir og síðan er þetta náttúrulega bara spurning um fráköst og hvort það sé óheppni eða þeir voru grimmar á það. Það er bara alltaf diskussjón eða þetta velta sér upp úr og jú, við hefðum alveg getað klárað þennan leik. Getum við talað um bara klaufaskap eða óheppni hérna í restina? Þið voru komnir með fórustuna? Jú, það skiptir engu máli hvernig maður kallar þetta. Við bara tökum með einu marki og fengum ekki stig út af þessu leik og hvernig maður orða eitthvað. Við þurfum alltaf bara að byrja leikina sóknarlega eins og segja. Það er bara hreyfingar og annað því að þessi lið þekkjast alveg út í gegn og við vissum nákvæmlega. Þetta er bara sama vörn og þeir hefur verið að spila í fyrra. Þú talar einmitt að spila betur í seinni hálfleik að gera slíka á móti Akureyri. Er þetta eitthvað vandamál í augum að byrja ekki strax á fyrstu mínútu? Það sjáum við í næsta leik á móti Stjörnunni hvort það sé vandamál og ég bara get ekki svarað en eins og ég segi, það er allavega jákvæður að við náðum svo allavega að sýna það þegar leið á leikinn að við getum gert það betur en auðvitað það verður bara komið í ljós og eins og ég segi, þetta er tölvöld breytt lið sem ég er með og margir að fá stærri hlutverk og kannski ekki eins breiður hópur hvað var það skiptistöðum og það kannski bara hluta þessu, ég er alveg slaggur hérna. Þú talar hérna Þórarinn sem kemur inn á seinni hálfleik, þetta er svakalegt efni? Já, hann er bara búinn að vera rosa duglegur og stóð sér mjög vel í dag. Það komið mistök en hann var samt allavega áræðinn og þorði að fara markið og jú, hann er rosa efni og ég er mjög ánægður með Tóta. Rétt í lokin, næsta leikur á móti Stjörnunni, þú þekkir nú vel til þar, verður ekki gaman að mæta gömlu félögunum? Jú, það er gaman að mæta öllu liðin, það er gaman að mæta FH og eins og í kvöld og jú, það er bara hver annar leikur og sem að bæði lið vilja vinna og við þurfum bara að undirbúa okkur vel fyrir þann leik og eins og ég segi, við þurfum að laga þau atriði sem voru ekki nógu góð.